Já, sæl enn og aftur. Þá erum við komin að þriðja kafla bókarinnar eða námsefnisins í veðurfræði eftir Eggert Lárusson. Og viðfangsefnið núna er lofthiti. Við vorum að ræða þetta geislana í síðasta kafla og hér þá erum að ræða svona nánari útfærslu á því. En hitinn er einn af þremur megin þáttum veðurfars. Hinir eru úrkoma og vindar. Og hér í þessari glæru og í textanum líka fjallað það hvernig hitinn hefur verið mældur og hér á Íslandi og annar staðar. Og þið lesið ykkur bara til það í sjálfu sér. Það er ekki að útskýra það held ég fyrir ykkur. Við ræddum eins og ég nefndi ykkur geislana í síðasta kafla og þar tölum það hvernig inngeislun og útgeislun væri mismunandi eftir breiddargráðum. Hér erum við að fara aðeins nánar ofan í þetta hvernig þessi breytileiki er og hér eru nefndir 3 þættir eins og fjarlægð frá hafi sem skiptir verulegu máli og við skoðum betur hérna á glærinu eftir. Vindana eigum við eftir að tala í sérstakum kafla hér síðar og einnig skiptir miklu máli gerð yfirborðsins samanber land og haf. Og hér eru svona grundvallaratriði sem að skipta miklu máli varðandi skilning á veðri og veðurfari og mikilvægt að við takið þetta sem hér er nefnt til umfjöllunar í ykkar heildaryfirliti. Hér eru sem nokkrar ástæður fyrir litlum sveiflum á hita yfir sjó. Þá myndi líka snúast við hvers vegna er meiri sveifla á hita yfir landi heldur en yfir hafi. Og hérna eru nefndar 4 megin skýringar og hver sig er mjög mikilvæg. Og kannski minnst flókin hugtök á bakvið þetta, en hér er fyrst nefnt að eðlisvarmi sjávar er mjög hár, sem þýðir að það þarf tiltölulega mikla orku til þess að hita sjóinn upp og orkutapið er þá líka hægt. Eðlisvarmi og eðlisvarmarýmd er svo sem hugtök sem eru mjög mikluð inn í eðlisfræðina eðlilega. Og við erum ekkert endilega að fara djúpt ofan í slíka hluti en munið eftir þessu hugtaki samt sem áður að eðlisvarmi sjávar sé hár. Annað meginatriði sem kannski auðveldara að skilja á þess að hafa mikinn skilning á eðlisfræði er að sjórinn er á hreyfingu. Við þekkjum öldurnar, við þekkjum hafstraumana og slíka þætti, við þekkjum sjávarföllin. Allt er þetta með öðrum hætti heldur en í tiltölulega kyrru og samfelldu landi, þar sem ekki sambærilegar hreyfingar að ræða. Einnig auðvelt að skilja að sólargeislarnir geta farið í gegnum hafið með auðveldara hætti heldur en í gegnum jarðveg og fast berg. Og við getum séð jafnvel tiltölulega djúpt í sjónum einhver sólarglætu sem við myndum ekki sjá ef við værum komið bak við hamravegg eða ennþá síður undir hann. En síðan er kannski stóri hlutinn og þetta er eitthvað sem við myndum að tala aftur og aftur líka, þetta með uppgufunina og hringrás vatnsins. Vatnið er þess ekki hátt hlutfall af heildar efni lofthjúpsins. Það var afar mikilvægur partur af því að skilja það sem er á staðvarandi veður og veðurlag að átta sig á því, en stór hluti af orkunnar sem að sólargeislarnir koma með til jarðarinnar fer í það að breyta vökvanum í hafi og vötnum í gufu og þá fer sá orka ekki í það að heita sjóinn upp eða að öðru leyti. Þannig að þetta eru svona 4 megin skýringar á því að hitinn og hitafarið er með öðrum hætti á hafi heldur en á landi. Á þessu er verulega munur í það vera eins og við þekkjum
að land hitnar og kólnar mjög snögglega miðað við það sem gerist á hafinu. Og þess vegna líka talað það að það til annars vegar meginlandsloftslag og hins vegar úthafsloftslag. Og við búum við á Íslandi við úthafsloftslag þar sem hitasveiflur frá einni árstíð til annar eru tiltölulega litlar. En á öðrum svæðum búa menn við meginlandsloftslag þar sem mikill munur á hita annars vegar á sumri og vetri. Þau svæði það yfirlega tiltölulega langt frá sjó. Hér þetta sýnt svona með myndrænni hætti heldur en í textunum fyrir framan en rúnulega verið að segja það sama, þannig að við erum ekkert að endurtaka það. Hér hins vegar fjallað dægur, sveiflu og hita. Landi getur verið mjög mikil en tiltölulega lítil á hafi. Og mest við yfirborðið, minna upp í lofthjúpnum og mikill í heiðríkju. Þetta allt þekktar staðarendur held ég, eftir því sem að sólin hærra á lofti lengri tíma því meira hittar hann og útgeislun verður líka mun meiri þegar sólar nýtur ekki lengur við. Það feiknarlegur munur, getur verið feiknarlegur munur á hita í eyðimörkum, allt frá því að vera brennandi heitt upp í 40 gráðu og síðan þá kannski niður undir 10, 5 og frostmark að næturlagi. Dægursveiflan mismunandi eftir aðstæðum og ég held svo sem að þetta sé ykkur allt meira og minna vel þekkt. Já, ykkur vel þekkt. Ársveiflan líka vantar eitthvað sem þið þekkið að það kaldara á veturna heldur en sumrin. Það svo sem ekki ný sannindi eða erfitt að skilja. Það eftir hversu lengi sólin á lofti og hversu hátt hún á lofti. Og þetta ræðist eins og við höfum áður talað að möndulhallanum og breytingum á hvernig hann snýr eða jörðin snýr gagnvart sólu. En ársveiflan yfir sjó hérna talin mest vera 10 gráður en yfir landi getur þetta orðið mjög mikið. Tiltölulega auðveldlega getur slík sveifla farið upp í 30-40 gráður. En hjá okkur þetta kannski svona 10 gráður mesta lagi þar sem þetta mest. Og enn og aftur það fjarlægðin frá miðbaug og ekki síður og enda frekar hversu langt viðkomandi svæði frá skýri ársveiflunum. Það er bæði ársveiflur og dagsveiflur sem eru á hitafari. Og hérna minnsta fyrirbæri sem kemur fyrir hérna aftur líka í glærunum aftar, hitahvörf. Venjulega það þannig að hiti lækkar með hæð eftir því sem förum hærra upp og lengra frá yfirborði jarðar og því kaldara verður. Og meðaltali þessi kæling 0,65 gráður fyrir hverja 100 metra. En við möttum að skoða það líka að þetta getur verið 1 gráða við ákveðnum kringumstæður. En ef þetta ákveðið öfugt, ef það hitnar með hæð, þá erum við að tala hitahvörf. Og þetta við slíkar aðstæður getur safnað saman mengun og fleira sem við þarfum að skoða hérna í fleirum á eftir. En hér áhugaverðar staðrendir sem nefndar eru. Hérna eru nokkrir staðir nefndir eins og til dæmis Cambridge og á hvaða breiddargráðu hann og lengdagráðu. Og síðan talað meðalhita ársins og meðalhitan í janúar og meðalhitan í júlí. Hérna sveiflan rétt 13 gráður. Síðan sjáum við hérna svæði í Síberíu. Það hérna meðalhitin rétt neðan frostmark og í janúar meðalhitin minni en 20 gráður og uppmyndir það 20 gráður að suðurmállagi. Þetta þar aðstæði sem ég var að tala áðan. Þetta svæði tiltölulega norðarlega 50 gráðu og langt frá hafi og þar eru sveiflurnar miklar. Hér mjög áhugavert kort sem sýnir
sýnir svæði sem að eru jafn mikil ársveifla hita og það er jafn sveifli línur, getur við kallaðir hérna, dregnar upp á þetta kort. Og þó að það sé ekki dregnar útlínur landa þá sér vel móta fyrir hvar eru meginlönd eins og til dæmis hérna við Noreg og hérna norðanverður Bandaríkin, norðanverður Ameríku, Grænland. Þar eru sveiflurnar miklar en út á Atlantshafinu miðju þá eru sveiflurnar tiltölulega litlar. Hérna aðeins meira þessi hitakörf sem að vorum að tala áðan, það sem hitinn hækkar með hæð og þetta getur haft það í för með sér að loft í neðstu lögum verður tiltölulega stöðugt, það sem að loftið fyrir ofan er þá orðið eðlis léttara heldur en það fyrir neðan og þá leitar loftið ekki upp eins og gerir venjulega þegar það er kaldara loft fyrir ofan. Þetta hefur það í för með sér að mengun sem verður til í neðstu lögum, hún helst þar niðri og kemst ekki í burtu. Og það getur líka haft verulega hægt á næturfrosti og það myndi ekki verða ef þessi hitakörf verði ekki til staðar. Merkilegt fyrirbæri hitakörfin og þið þurfum að þekkja þau hvers konar fyrirbæri er og hvaða afleiðingar þetta geta haft í för með sér. Hérna er þetta svona dregið upp á myndrænni hátt. Dregið upp hérna hækkar hitinn með hæð en venjulega er þetta þannig að þetta gerist með þessum hætti sem hér er niður jörð, að hitinn lækkar með hæðinni og við þessa kringumstæður vegna eðliseiginleika loftsins. Það verður eðlis léttara ofar og eðlis þyngra neðar, verður lítil hreyfing á loftinu og myndast eitthvað svona potlokk og sem að mengun sem á þessum stað hverfur ekki burt á þessum stað. Hiti er einn á meginþáttum veðurs eins og við áður talað og það er flokkað, yfirborð jarðar er flokkað niður í 3 belti út frá hita og það er talað hitabelti, temperabelti og kuldabelti og þessi belti eru sett við ákveðin mörk hvað varðar hita. Þannig að ársmeðalhitinn er yfir 18 gráður og engar árstíðir í hitabeltinu. Í kuldabeltina hins vegar eru allir mánuðir með minna en 10 gráður meðalhita. Alltaf vetur má kannski ekki alveg rétt en það er einhver smá sveiflur þarna en hér í temperabeltinu eru greinilegar árstíður. Og við hér á Íslandi búum við það að vera á þessum mörkum á láglendi og sunnan og vestlandi og vestanvert og fleiri stöðum og í Eyjafirði og svo framvegis þá erum við með meðalhita í heitasta mánuðum við 10 gráðum en stór hluti af landinu, hálendinu sérstaklega er undir þessu marki. Þannig að ef við ættum að taka meðaltal á Íslandi þá myndi það snarlega lenda í kuldabeltinu en láglendi á Íslandi geta flokkast undir temperabeltinu. Og hér er þessi belti dregin upp miðað við jafn hita línu, þess að 18 gráðu línan er hérna, liggur hér. Og það er áhugavert að sjá hversu langt norður hún gengur hérna og það sem hefur þessi áhrif hér er fyrst og fremst fjallgarðurinn sem liggur hérna, Andesfjöllin. Og hálendið í Afríku hefur líka þessi áhrif á meðaltalshitann í þessum leik sem kemur á jafnhitalínuna hérna. Fleiri línur dregnar upp hérna fyrir júlí. Og það er sérstaklega áhugavert að sjá þessa línu sem er hér, 10 gráðu línan, hún liggur semst ekki austur-vestur, heldur nánast norður-suður, það er mikið nært í. Og það er ekki komið síst Golfstraumurinn sem hefur þessi áhrif að hiti í norður-Noregi er meiri heldur en á jafnvel breiddargráðum sem er töluvert sunnar í Kanada í júlí þó að sé sumar á báðum stöðum, norðurhveli jarðar. Og hiti hefur áhrif á gróður sem aftur hefur áhrif á búsetu og við erum svo að fjalla þetta líka nánar síðar og þar koma þá inn þættir eins og vindar og úrkoma líka sem að gerir þetta alltaf einu heildarkerfi. En Páll Bergþórsson veðurfræðingur hefur kannað þetta og reiknað út hvernig þetta breytist miðað við það hvernig ábyrgða gjöf og spretta hafa
spila saman varðandi landbúnað á Íslandi. En hér síðan verið að skoða meðalhita yfir árið á 3 veðurstöðum og það farið frá janúar til desember. Þið sjáum við að hérna eru verulega sveiflur og í það verður litlar sveiflur. Hérna við Miðbaug og hérna til dæmis norðarlega og inn í Síberíu þar eru miklar sveiflur. Nærri 100 gráðu sveiflur hérna, með því mesta sem sér. Hér rétt í blálogin eru 2 hugtök sem eru væntanlega svona, tiltölulega flókin, en það talað innrænar hitabreytingar. Og það átt við það að hiti loftsins breytist með misjöfnum hætti eftir því hvort að það á sér stað einhver þétting á vatni við þessar hitabreytingar eða ekki. Og þess vegna talað vot innrænar hitabreytingar eða þurr innrænar hitabreytingar. Ef að það ekki alls ekki neitt stað breyting á rakanum í loftinu, að hann breytist að einhverju leyti í því að vera gufa, í það að verða vökvi, þá hitinn það sem kallað þurr innrænn og þá lækkar hann 1 gráðu fyrir hverja 100 metrar sem ferður upp eða hækkar 1 gráðu fyrir hverja 100 metrar sem er svona niður eða við farið þá áttina. Hins vegar, og það sem kannski, getur kannski verið einhverju leyti flókið, en hins vegar mjög mikilvægt að átta sig á, því að þetta eitt af þessum grundvallaratriðum veðurfarinnar að átta sig á þessu, að ef að í þessu ferli við að loft kólnar, að það þéttist það mikið að það fer að myndast vökvi úr vatnsgufunni, þá verður þessi hitabreyting minni. Ástæðan fyrir því fyrst og fremst sú að það kostar orku eins og allir vita að breyta vökva í gufu og þegar ferillinn fer í hina áttina að gufa þéttist og verður á vatni og kemur þessi orka tilbaka, þannig að sá ferill að breyta gufu í vökva gefur frá sér orku. Og það leiðir til þess að hitatapið verður minna heldur en það hefði orðið annars. Og þessa breytingu köllum við vot innræna hitabreytingu. Það skiptir máli hvort það á sér stað þétting á gufu við kælinguna eða ekki. Annars vegar vot innræn og hins vegar þurr innræn. En til lesið þetta og reynið að átta okkur á þessu og eins mikilvægt að skrifa þetta í samantektinu þannig að þið komum ykkar orðum að þessu og náið að festa þetta í minnum ykkar. En við segjum þetta gott í bili og látum hér staðar nummið.